Já. Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni. Klukkan 8, þá var að sagði fréttir. Hjá mér Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Herðu, við skulum byrja á fréttum af gjaldþroti Play. Það búið að vera fréttir í dag að það hafi verið gjalddagi framundan 1,3 eða 1,4, eða svona mismunandi hvað sagt, að það eru losunarheimildir sem átt að borga. Já. Þessi frétt var nú held í Viðskiptablaðinu á föstudaginn held ég, en hún svona seitlar fréttaumhverfið og komin á Vísi þarna. Sko, menn að benda á það að þetta helmingurinn af því sem hafa safnað í skuldabréfa og ætti svo sem ekki að koma þeim sem að gá út skuldabréfin óvart þeir vissu að þessu gjalda. Það komið fram ný rök í gjaldþrotinu með þessari frétt og með þessum upplýsingum, ekki satt, tímasetningunni. Þegar þú ætlar að setja í gjaldþrot og gera þetta áður og þetta borga þetta. Já, skellt í lásdagi fyrir skuldina. Af því að jafnvel sko fyrirtæki og fólk sem var nálægt Play var mjög hissa á því að þetta hefði ekki haldið til áramóta eins og var búið að tala og þessi punktur náttúrulega bara eins og ég segi glæný rök í málunni. Morgunblaðið var með frétta sem þetta mál kom við sögu niðri Þingi. Þar var Sigríður Andersen að draga það fram þennan gjalddaga. Og hún vildi eiginlega meina það að þetta væri ástæðan fyrir því að fyrirtæki hafi farið í þrot. Það væri skattpínt af losunarheimildum. Þetta var svona skemmtilegu vinkill hjá Sigríði og gamal kunnur og hún vildi líka fá að vita með ETS losunarheimildirnar hvort við erum ekki að tapa á þessu öllu og svo framvegis. En það náttúrulega alls ekki þannig. Við erum að stórgræða á ETS európska kerfinu af því að við mengum svo mikið og færum það ekki sem innlenda mengun. Og seljum heimildir fyrir 20 milljarða. Já. Með kvótasölu. Já, en það var líka skemmtilegt að Jóhann Páll skildi bara bera við vanhæfi af því að enginn hefur nú svo sem vitað í hvort fótinn hann ætlar að stíga, hvort hann ætlar að vera orkumálaráðherra eða umhverfismálaráðherra og nú bara ber hann við vanhæfi. Og bara að henta betur. Sumilegt þetta ósakjandi á Sigríði Andersen vegna þess að losunarheimildir eru máilega líkis bara við vaskinn. Og ég með flugfélag, ég selði þér flugmiða inn í því að ég var að losunarheimildir fyrir þitt far og svo á ég að skila þig til hans sem fjármálaráðherra og ég meina það með sambandi við vaskinn. Það enginn sem að stígu fram upp á Alþingi og segir að eitthvað fyrirtæki fór í þrot og þau þurftu að borga vask. Nei, þetta ágættur samanburður. Ég með þetta svolítið ósakjant. Þótt að ég veit að hún vil endilega teygja sig í þetta til þess að gagnrýna skattheimtu. Hún hefur nú stundum komið úr þeirri áttinni að vera ósanngjarn. En vissu þeir sem að keyptu síðasta skuldabréfaútgáfu hjá Play, vissu þeir af þessari skuld? Já, það held ég sé alveg ljós sko. Það smátt og smátt að koma í ljós að þeir sem keyptu skuldabréfin voru fyrst og fremst hluthafarnir. Hann aðalegandinn og forstjórinn Birta, lífeyrissjóður og fleiri hafa komið fram sem að tóku þátt í þessu. Og það er engin ótengdur maður sem hendir inn peningum í þetta skuldabréfaútboð. Þetta eru menn og stofnanir og sjóðir og fyrirtæki sem eru það sem kallað að kasta góðum peningum eftir slæmum, það sem eru svona tapaðir í vonum að geta endurist þetta. Og það sem að mér finnst að koma í ljós, það er næsta fréttir hérna frá Vísi, þegar hann segir að óljóskorta veðhafar fái nokkuð, það er þetta sem er þá bara venjulegir lánadrottnar þessa félags, vegna þess að í allar eigurnar sem voru samningarnir flugvélarnar úti á Möltu, að þær voru veð fyrir þá sem keyptu skuldabréfin. Þannig að þeir sem keyptu skuldabréfin þau fara strax til Möltu, tryggja það að þeir eigi það fyrirtæki og eru núna að mér skilst að bara undirbúa rekstur. Ég er ekki að segja að þeir ætla að fara að fljúga frá Íslandi en að því að þeir voru með eitthvað 9 flugvélar held ég. Þar af held ég að verið 5 komnar í svona framleigu eitthvað svoleiðis. Þannig að getur verið að þeir sem höfðu látið 17 milljarða í hlutafé í þetta fyrirtæki séu með þessum aðferðum
að reyna að koma þannig að fá eitthvað mögulega kannski ef tilbaka. Mér finnst það verða eiginlega söguþráður í þessu og þá verða þeir sem að verða skiptastjórar í búinu verða að meta það hvort að þessu viðskipti á milli skylduaðila og það að öll veðin, öll verðmæti hafi fyllt skuldabréfaútboðinu að það standist, hvort að þeir séu ekki raunverulega að taka eignir frá öðrum kröfum. Þannig að það verður hérna skemmtilegt að fylgjast með þessu. Ég ræði við Breka Karlsson við rauðaborðið í kvöld svona neytendarétt og náttúrulega búið að vera allt brjálað að gera hjá þeim, allar línur rauðglóandi. En svo getum við líka veltið fyrir okkur núna, sko, það er svona einhver orðrómur það að einhver önnur félög muni koma inn í staðinn. Já, við erum með það hérna, ég ætla að skjóta hins vegar einu áður en að þú ætlar að koma með jákvæða frétt, þá ætla ég að koma eina neikvæða. Þetta er live, myrta miðli. Það er sérst annað flugfélag sem að fór á hausinn í sömu viku. Já. Þetta er Bratens sem er sænskt lággjaldaflugfélag. Er áttu nú ekki nema 5 vélar, þannig að þetta er svona jafn stórt og Play var orðið fyrir utan hann að leiguna. En þetta hrynur hérna 2 í sömu vikunni. En þegar einn fer þá mætir annar og MBL var með frétt að nýtt félag hefði boðað farþegaflug til Íslands. Glacier Airline sem er með einhverja þyrluþjónustöðu nú þegar. Þyrlu og einhverja ferðaþjónustöðu þegar hafa lent í einhverjum vandræðum að þeir eru hérna býrð þú ekki einhvers staðar nálægt Reykjavíkurflugvelli? Er ekki óþægindi að þessu þyrluflugi? Tja. Ég held að sé hluti. Hluti að hávaðanum kemur frá Glacier félögunum. Já, pakistanskur eigandi er ekki. Og hérna útlenskir þyrluflugmenn, það verið bent á það að þessu líklega á lægri launum heldur almennt, það verið svona ímyndilegt í kringum þetta félag. Er þetta Ísland félag? Ég veit ekki, ég er ekki endilega viss það, sko. En af því varst það líka, við vorum að ræða hérna gjaldþrota flugfélög, það hefur líka komið fram einhvers staðar í dag að Wizz Air sem við notum nú svolítið mikið hér Íslendingar, að þar féllu tekjur 40% held ég bara á fyrir mikið þessa árs. Það var líka einhver annar með þarna, hvað heitir hann aftur þarna sem er stjórnarformaðurinn í Ryanair sem nú eiginlega höfundurinn að þessu lággjaldamódeli. Hann var frekar myrkur í máli, svo að Ryanair og EasyJet myndi lenda í vandræðum á næstunni. Og við höfum spurt við þetta rauðaborðið, getur það gengið að þú kaupir flug á millilanda 3 klukkstunda flug á 6.000 kall? Já. Þetta hafa menn spurt í 15 ár og allir svarar alltaf nei, þetta gengur ekki til lengdar en síðan er liðið 15 ár en endan þá kemur náttúrulega einhvern veginn þá bara virkar það lítur að vera er það ekki? Það er verið að berja höfðinu við steinin endast lust. Þannig að við getum hvatt mesta blómaskeið skefjalaus flugs kannski. Það sem er ódýrar að fljúga til Napoli heldur en að taka rútuna á Höfn í Hornafirði. Kannski verða þannig. Ég var að tala þeir voru 6 saman með Play út og átt að fljúga með Play heim en þeir náttúrulega þá var ekkert Play lengur og samt að þurftu þessi 6 menn að borga 1 milljón meira til að komast heim. Hún er að flakki, þetta er ótrúlega saga, þetta er ekki, þannig að það er kannski best að kaupa bara dýrasta með hann. Það er efnaði. Já, ég að skjóta inn hérna, Dagens Næringslíf er svona viðskiptablað þeirra í Noregi. Þetta er frétt að hérna, markaður fyrir græn svona verkefni sé að hrynja. Og ég tek þetta að því að þetta er svona hálf innlend frétta því að meðal annars orkuveitan okkar hérna í Reykjavík hún er að veðja svolítið á svona græn verkefni að eyða koltvísýring úr loftinu og þetta er maður sem er að lýsa þessu að þetta sé bara hrunið og ástæðan er svo að olíuskömmin sem er kallað í Noregi að hún er bara búin og það er eina afleiðingum af ríkisstjórn Trump að hérna það er meta fjárfesta sem svo að það verður bara dælt upp olíu hérna á næstu árum áratugum og þar með öll svona bæði verður hérna erfiðar að fá fjárfestingar í því að búa til hreinni orku en líka ýmiss konar svona loftslagsverkefni þar sem Bandaríkjamenn er að draga til útrús og harfur allt öðru sem við þannig að ég held að við erum með nokkuð svona verkefni sem að við ættum kannski að fylgjast með. Herðu, en þá skulum við fara til Egyptalands. Þar er að hefjast viðræður á milli Hamas og Ísrael. Hérna, þetta er náttúrulega, ég veit ekki hvort að maður er að
bara vara fólk við að vera bjartsýnt í þessu. Þannig náttúrulega jafnt langt á milli og hefur alltaf verið. Og þetta tilboð Trump, þar sem hann listaði eiginlega upp gröfum Ísrael, var náttúrulega ekkert friðartilboð í sjálfu sér. Þannig að ég held að þessi jafn mikla líkur núna og fyrir 3 vikum. En hins vegar eru þeir að sitja saman við borðið. En Hamas mætir og ætlar að... Þeir alltaf vilja mæta, þannig það er eiginlega óvænt að Ísrael mætir og Hamas eins og við hafum reyndar spáð, við vorum í spjalli við ýmislegt fólk í síðustu viku og þá náttúrulega verður ekki þannig að þetta sé dóna tilboð eins og sagt sem kemur frá Hvíta húsinu, að þá er það ekki hagsmunir Hamas að sláða þetta borðinu, þeir segja bara já, það er ýmislegt sem við sjáum þarna sem við gætum unni með og reyna að halda einhverjum umræðum því að þeir vilja náttúrulega stoppa þjóðamorðið og munu gera ýmislegt við þess. Þetta, við skulum fylgjast með þessu. Það er margt sem hann tengist þessu frétt frá Ítalíu og þarna er Greta Thunberg komin til Grikklands. Hún var í haldi eins og var margar fréttir sagðar helgina og tekin og vafin inn í ísraelska fánan og sparkaði hana. Og þannig var látið með marga af þeim sem voru handteknir úr frelsisflóttanum. En ég hef ekki heyrt neitt eftir henni haft þá reynslu sem kannski til marks að hún með fókusinn bara á hreinu. Já, ég nefnilega heyrði það var eitthvað að spila það sem hún segir þegar hún kemur í land í Grikklandi á einhverju grísku eyjunum og þá byrjar hún að tala að það sé þjóðarmorð. Meðan þetta stöð 2 talaði við Möggustínu held ég hafi verið á föstudaginn eða fimmtudaginn þar sem hún var að sigla og hún gerði það sama og spurt hvernig líður þér og þá fór hún að tala börnin á Gaza og misti aldrei fókusin á því hverjir það eru sem er raunverulega þjást. Þetta er alveg manneskjur. Ákunnur í sínu. Herðu Haaretz sem við vitnum oft í sem er svona stjórnarandstöðublað í Ísrael að þeir eru að tala svona pólitísku stöðuna í hvort að svona þeirra væntingar er að það verði hlé á stríðinu núna, hann verið gengið til kosninga og nú eru þeir að fjalla það svona hvernig Netanyahu er að reyna að snúa orðræðinu einhvern veginn þannig hann komið sér best út úr þessu og það er svona þeir eru að hleypa þarna inn mögulega Rauða krossinum. En við skulum fara yfir í Le Monde. Le Monde gefur þetta enska útgáfu. Þessi frétt var eiginlega út allt, þannig ég tók bara frá Le Monde. Að Trump segir það að ef maður fá ekki friðarverðlaun Nóbels, sem að verða veitt 10. október, að það sé bara stórkostleg móðgun við bandarísku þjóðina. Maður er veltið fyrir sig hvort afskipti Trump á þessum málum séu bara í egoískum tilgangi eða hvort þetta er stóra geimið en sko þetta er svo óþægileg umræða allt í hennu finnst mann eins og maður sem bara fann að tala með eitthvað barns heila og eitthvað svona ég veit það ekki Nei, ég segi það veit ekki neitt Trump svo líka bara slæra úr og í en þetta er hjá honum svo að draga þjóðina með sér inn í þetta í Nóbelsverðlaunin sko, það er En eru einhverja líkur á að hann fá Nóbelinn? Nei, ekki það er alltaf einhverja líkur á því að heimurinn verður alltaf geggjaðri og geggjaðri þegar maður er að hlusta og fólk mæra Trump og Evrópuleiðtogana eiginlega sleikja hann og skóna þannig að maður ætti kannski ekki verið að hissa yfir neinu sko. Og alveg Ingimundur sem kemur eftir og ég ætla að ræða við hann fyrst og fremst öryggismála Evrópu en hann segir mér eina sögu af samskiptum Trump Módi í Indlandi og þá var Trump að tala við hann út af þessum tollum og svona og var að segja að Trump var að segja að hann hefði sko bjargað í að Indland og Pakistan færi í stríð og Módi kannast ekki alveg við það það verður oft erjur á þessu landamærum og hingað til hefur alltaf leist þetta einhvern veginn en vilt þú ekki tilnefna mig til friðarverðlaun Nóbels út af þessu að ég kom á friði milli Pakistan og Indlands og Módi sagði nei, ég held ekki eitthvað svona og fekk á sig 50% auka toll Þetta er rosa Þetta eru sögurnar sem að ganga en þetta er náttúrulega förðulegt ástand í heiminum Herðu, það var læknisfræði Nóbelinn var veittur í dag og það er ofnæmiskerfið rannsóknir á því Mary Brunkoff, Fred Ramstel og Simon Sakaguchi fengu það
Þetta eru góða fréttir fyrir þá sem eru með sjálfsofnæmi. Það eru rannsóknir sem eru þarna sem getur þetta því. Þannig að það ég veit ekki, ég bjóst við að þið myndu verða hissa á því að Trump hafi ekki fengið þetta út af rannsóknum sínum á verkjalyf í eintaka móður getur leitt til og vildi hann ekki líka drekka froslu eða ekki við COVID? Já, kaffafroslu. Herðu, Morgunblaðið var með fréttum að rammasamninga við lækna var í uppnámi. Þetta Ragnar Freyr Ingvarsson, kokkurinn í eldhúsinu, læknirinn í eldhúsinu, en hann líka formaður læknafélagsins, sjálfstætt starfandi lækna, sem þeirra sem að reka stofur. Og málið það að hafa gerð samningur, hann Willum gerði samning við læknana og mikið láti með það og svona talið mikið sigur. Nú eru á leiðinni lög sem að heimila ríkinu að ákvarða sjúkratryggingum að ákveða verð. Það í staðinn fyrir að ég þurfa að semja hvað hálskirtlag eigi að kosta. Þá getur sjúkratryggingar bara ákvarða að það kostar bara 250.000. Og þá segja læknarnir að þá verður þá hættu við að vera milliliður á milli sjúklinga og sjúkratrygginga. Þannig ef þú ætlar að láta taka hálskirtlanna úr barninu þínu, þá borgar þau bara 300 skall og svo getur þú farið og sótt 250 skall inn til sjúkratrygginga. Það eiginlega hótunin hjá honum. Og hvort tapa sjúklingar eða hagnast á þessu? Þeir tapa, náttúrulega margir sem geta ekki lagt út 300 skalli. Það bara þannig. En það líka til úttektir það að þegar að læknum lyft að gera aðgerðir, að hvað það magnast mikið, margfalt fleiri heldur en voru áður og þannig að læknar hafa líka svona teygt sig ansi langt. Já. Og við vorum nú einhverjum að frétta því að sjúkratryggingar ekki með getu til þess að fylgja það í eftir og var bent á eitthvað sem væri dæmi að hefði augljóslega verið oftaka. Og ég nefndi nú hálskirtla það var rannsókn fyrir svona 15 árum síðan. Það sem að sýndi það að íslenskir læknar tóku held ég hvort það var 5,6 sinnum fleiri hálskirtla úr íslensku börnum heldur en danskir. Og það ekki vegna þess að íslensku genin séu svo lélega að það vantar eitthvað að hálskirtlunum. Ég á mjög merkilega skýrslu með þetta heima. Það sem alveg borðleggjandi. Herðu, það tengt þessu. Það heilbrigðisráðherra að segja sig frá máli sem einhverjir samningar við læknana á Akureyri. Já. Það er maðurinn hennar. Hann er sérfræðingur þar. Já. Litla Ísland. Litla Ísland. Nei, hún segir sig frá málinu. Já, það þurfa menn að gera. Líkurnar að hitta frænda sinni eru töluvert miklar. Já, þannig. Herru, það var hópslys, við veitum ekki alveg hversu alvarlegt það var. Það nú, eins og oft nú orðið sérstaklega í svona slysa og löggufréttum, þeir eru svo óljósar í byrjun. Það var öðruvísi þegar við vorum ungir. Já, þetta bara, mér finnst þetta alveg ómögulegt, sko. Það sagt þarna ekki eitthvað 40 manns eitthvað, það sé sagt hversu margir og rútan og hvolfi og svo bara... Þyrlanlega stað, sem bendir fyrir sig hversu alvarlega slagsar. Og ekkert meira, en auðvitað varðar okkur þetta, hvernig aðstæður eru, hvernig margt fólk og hvaða fólk og... Lögreglan farin að stýra upplýsingum miklu meira heldur áður var. Upplýsingagjöf til fólks bara svo mikils virði og bara nauðsynlega. Þetta mjög setja... Það kann að vera einn og einn aðstandandi hagnist á þessari breytingu en þar með ertu að fórna almanna hagsmunum upplýsingum bara til samfélagsins. Við eigum bara að fá að vita þetta. Eins og hægt sko, ég ekki að segja, þá ekki að fara að nafngreina fólki, en bara segja okkur betur frá því hvað gerist. Rúta með eitthvað tugum fólks bara á toppnum eitthvað stað, sko. Þetta ekki nú gott, alls ekki. Það náttúrulega ömurlegt slys en allt í lagi að benda á þetta samhengi líka, sko. Ég held að næsta frétt hún ekki, hvar var þetta? Ákærða fyrir að auglýsa vændi en kaupendur ekki, þetta ekki? Þetta gamla heimabæði. Heimahögum. Jú. Ég hef nú oft undrast þá sem saksækja á Akureyri og í nágrinni. Og þetta hljóma nú mjög einkennilega, sko, ef þú getur bara
valið helminginn af lögunum og af því að það náttúrulega frá 2009 þá hefur við farið þá löggiltu við sænsku leiðsögurluðu. Það er ólöglegt að kaupa vendi, það er ekki lögbrot að selja vendi. Nei. En þannig verið ákæra fyrir að auglýsa vendi. Já, en hvernig er hægt að ef þeir hafa upplýsingar kaupendur sem hafa það? Já, það er svona ýmislegt sem að bendi til þess að þeir hefðu allavega að geta gert eitthvað til þess að þeir eru kannski að vinna í málum. En lögin segja að þeir eru einbeita sér að því. Já, fókusin á að vera þar. En hitt er borlegjandi ef ég auglýsi vendi þú bjóst nú í húsi sem var svona vændisölukall í kjallaranum. Já. En er þetta ekki einhverja erlendar konur líka? Ekki þessi sem er á myndinu Nei. Eða var þetta talsmaður Nei, hún er komið hingað með þessi konu. Hún er talsmaður kynlífsverkafólks. En það maður ofta reikið sig á svona aukin vilja til saksóknar ef það er einhver sem bara kemur frá öðru landi. Ef það er bannað að auglýsa vendi og menn gera það bara alveg óhyggjað, þá er það náttúrulega endar það með því að löggan kemur. Þetta er ákæruvaldið. Já, en svo hvað keyptu vendi það kannski næst í kafli í máli. Herðu, það er 7. október í dag sem er kannski ekki merkilegt, en það eru 17 ár frá Guð blessi Ísland. Já. Þetta er langur tími eða stöður? Það er 17 ár. Komið bílpróf runnið. Ég man allavega ennþá rosalega sterkt þessa heimsenda tilfinningu þennan dag. Og ég man hvað ég brjálaðist við lokaorðin. Ég hafði verið bara alveg rólegur þangað til Þetta er annars að rólegur þá væstistu. Ég var búinn að vera með sprengisamt í viku þegar þetta var. Þannig að þátturinn alveg gjörbreyttist en það var Þú veit þess að það grænt á hruninu. Já. Nei, jú, allan að hlustu. En þetta var náttúrulega, samfélagið var að heldtekið af þessu. En eftir þáttinn þegar hann segi Guð blessi Ísland þá fórum við svona í bíltúr ég og konan og hann kerði Laugaveginn hvað verður við fórum að halda þetta er bara lokað það er bara plankar bara fyrir öllum búðargluggum og manni fannst þetta svo mikið sem að sagði að líka greiðslukerfið myndi ekki virka og innflutningur úr sögunni ég man eftir konu sem grét því að henni fannst banar góðir og þennan dag þá var hún vissum að það er aldrei geta til þess að flytja inn banar oftar til Íslands en það vissum ekki þetta vissi ekki neitt en að sömuleyti fór margt vel en að sömuleyti fór þetta mjög illa voru yfir 10.000 fjölskyldur sem að mistu heimili sitt og þær fjölskyldur ennþá að glíma við fjárhagsáfalli sem að verða fyrir verðurinu. Og það er hagsmunasamtök heimila, þau hafa kallað eftir rannsókn á þessu og aðal talsmenn hagsmunasamtök heimila eða þessar skýrslugerðar eru Ragnar Þór Ingólfsson og Ásta Lóa Þórsdóttir, þannig sem eru bæði þingmenn í einu stjórnarflokkum. Þannig að ríkið ætti að setja í gang þessa skýrslugerð. Þetta geta að gert það. Það töpuðu ekki allir á hruninu. Það er heimildin bendir á út af sölunni á lýsi til Brim sem var selt á 30 milljarðar, reyndar að einhver leita frádregnum vaxtabærandi skuldur sem hafa verið 5 milljarðar af Guðbjörg hérna í Eyjum. Hún keypti þetta eiginlega fyrir vini sína. Á 275 milljónir. Já, út úr einhverju gjaldþroti eða ekki. Jú, keypti það sem að þau höfðu átt en hún keypti það og síðan er það þau raunverulega sem er að selja þetta Kristín Pálsdóttir og hann Pétursdóttir sem er búin að vera mikið í viðskiptum minni hann Gunnlaugur Sævar en það voru þau sem eru að selja þetta þannig hefur orðið 100-fold verðmætaaukning Þetta er ekki bara verið. Og það er eitthvað sem er að græða, fyrst Guðbjörg eitthvað og síðan þessi hjón og aðrir eigendur sem er að græða allavega svona 23-24 milljarða frá hrunni á þessu 17 árum sem er ágætis ávöxtun. En er þá Guðmundur í Brimi þá að tapa þeim peningum? Nei, hann er að kaupa egg sem er metin á þessu verðmæti. Það er ekki hann sem er að tapa. Það er kannski það sem er að finna að þessu að það var náttúrulega verið að selja alls konar eignir þarna stutt eftir hrun. Það var eiginlega enginn kaupandi nema þeir sem áttu óheyrilega peninga og þeir reynsuðu til sín.
þegar það var bankahrunið í Svíþjóð 92, þá bjó ríkið til fyrirbrigði sem að tók þessar eignir til sín og dundaði svo við að losa þær þannig að almenningur fengi Lindarhvoll þetta? Já, það var mjög fljótlega var öllum þeim eignum hýtt út á mjög lágu verði en ég ætla að segja að ég veit að sko Svíarnir voru ennþá að losa þessar eignir sko 2006 þá voru það ekki búin að klára allt saman en það var bara með þolmæði að bíða eftir því að verðmæti hækkaði að sömuleyti gerðu lífeyrissjóðirnir gagnvart Icelandair tóku það á hrakvirði inn og náðu einhverjum hagnaði það var reyndar tapaði síðan aftur Já, nei, ég er að segja bara það er munurinn á Svíum og Íslendingum er þessi sko að við Lindarhvoll sem var allt gengt hún í einhverju skúffu og enginn mátti vita neitt og enginn má vita það þá held ég mjög lítil gagnrýnin umræða allt sem fór aflaga og eins og alla síðustu vikur var einhver halleluja herferð með losun haftana 10 ár liðin tala við þessa gæja sem voru þarna í brúnni allir einhverja þjóðhetjur þetta er mjög svona selektív saga sem Forsíða heimildarinnar sem kom út á föstudaginn, hún ábyggilega stuðar marga í þessu samhengi. Endur kom að Jóns Ásgeirsson á matvælamarkaðinn. Hann var að... En verður ekki líka að segja það sko, Jón Ásgeir var aldrei dæmdur fyrir 1 neitt. Nei. Er það ekki rétt um mér? Ég held það. Hann aldrei dæmdur fyrir 1 neitt. Nei, en það eru margir sem ekki Guðbjörg ekki heldur eða margir af þessu sem að högnuðust. Nei, hún var nú aldrei með stöðu grunarsmanns. Nei, en ég er að segja þeir sem að högnuðust, það var náttúrulega hægt að ákæra það var bara skrúað fyrir peningana til sérsta saksóknara. Þannig það er ekki alveg mælikvarði á þá hvort að menn hafi verið dæmdir eða ekki. Það voru þeir sem áttu peninga erlendis sem við gott að fluttuð inn á afslætti og til þess að kaupa eignir. Það var búin til aðferð til þess að þeir sem voru auðgast í aðdraganda hrunsins myndu halda auðsínum og myndu auðgast á hruninu og uppsveiflun sem kæmu eftir. Það sem við erum kannski að fjalla sko. Herðu, það var varnarmálaráðstefnur eða umræður Evrópuleiðtoga í Kaupmannahöfn í síðustu viku í pólitíkan, þetta er svona þarna er verið að birta svona ýmislegt þessi hernaðartónn sem er kominn í Evrópu þarna er pólitíkin að birta svona punkta sem áttu sér stað í samtali Mette Frederiksen og Mark Rutters sem að bendi til þess að Evrópa er að leita að leiðum ég ætla að vísa aftur í þetta sem ég á við Val Ingimundarson þar sem við förum yfir þetta núna við rauðaborðið þar sem að Evrópa verður að finna einhverja leið hvernig þeir ætla tryggja varnir sínar án Bandaríkjanna og það er eiginlega orðið línan að það er ekki hægt að treysta á Bandaríkin. Það kom inn frétt svona sem að tengist þessu fór mjög víða, ég tek þetta til Spiegel, það er hún fór til Ungverjalands og var í einhver podcasti á föstudaginn held ég eða helgina og þar segir hún að það hefði verið mögulega hægt að fyrirbyggja innrás Rússa inn í Úkraínu ef Evrópa hefði sannmælst að mæta Pútín með einhverja svona tiltekna línu ef það veri markmið að forðast það og hún sakar að það hefði eyðilagst af því að Eystrasaltslöndin og Pólland höfðu svo einarða afstöðu gagnvart Rússlandi og voru svona haukar eins og sagtir í Bandaríkjunum herskáir að það eyðilagðist og svo segir hún reyndar svona í lokin en maður heyrir alveg að henni finnst þetta að Evrópa hafa spilað mjög illa út úr sínum málum og setur upp með stríð það hafi verið hún var náttúrulega miklu samstarfi við eða samtali við Pútín á sínum tíma það er nú frægt ég sé að einhver er að dreifa því með mynd þar sem að hann sigaði hundunum á hana af því að hún er hræddur hunda mér ekki því en hún talar við að þýsku þannig að hann talar yfirleitt ekki annað en hann bæði reiðbrennandi ensku og þýsku en hann talar yfirleitt alltaf rússnesku en mér er sagt að hann hafi talað þýsku við hana en hún var á móti stækkun NATO til austurs á sínum tíma og reyndar forseti Frakklands líka en hún er svolítið að vísa í það að Evrópa hefði getað mögulega ef þeir reynt að vera diplomatískari og komist hjá þessu að vera með þetta stríð stórmerkilega pólitíkus Herðu, nú tíminn með frétt eins og margir aðrir að nýr flokkur ætla að bjóða fram í Reykjavík okkar borg þvert á flokka Já
Maður sá svolítið vandræðalegt viðtali hérna Telmu Tómasson við Oddvitan. Já, Oddvitan í kvöld. Það ekki Oddviti kominn, það ekki vist. Nei, talsmanna hvað maður á að segja. Hann var varaborgarfulltrúi Miðflokksins þegar Vigdís Hauksdóttir var borgarfulltrúi þess flokks. Já, hann hjólaði beint í þessu viðtali bara í einhverja könnun að 70% vildu þetta og vildu hitt. Kannski, ég var að hlusta á þetta. Heldur hann upplifið að 70% af fólki sé sammála honum? Ég gæti bara best trúið því. Mér fannst það þegar það var eins og hann tryggði þessu sko. Það var ekki svona tricks á því að reyna að halda því fram að þessi flokkur hefði. Ég held þessi stofnið það því að þau sá þessa könnun og segja að við fáum 70% fylgi. Þegar hún spyr hann sem sagt út í það hvort að þetta séu svona eins og hægri öfgaflokkar í evrópskum ríkjum til dæmis og þá segir hann þetta segja 70% þjóðarinnar séu öfga hægrimenn. Hvað er þetta kalla okkur? Hægri öfgaflokk? Nei, alls ekki sko, en hann segir þetta að þau gerir þessa könnun og það væri sem sagt 70% þeirra sem svörðu. Það eru sammála mér, það var eiginlega það sem var að segja. Herðu Sigurjón, þú ert svona verið kvatamaður hérna við rauðaborðum að við höfum að fjalla sveitarstjórnarmálin. Já. Og þessi flokkur hann búin að gefa út stefnu sko. Já. Og það meðal annars að öllum þjónustusamningum við Útlendingastofnun verði hérna sagt upp við hælisleitendur, ráðningarstopp hjá Reykjavíkurborg, fyrir skipulagning Keldnalandsins verið stoppað, það verið byggt í Geldinganesi í staðinn, það verið áhersla lögð á lágreistabyggð, ekki blokkir, borgarlínan bara hengt, samgönguúrbætur fyrir alla ferðamáta sem þýðir líklega misla gatnamáta og hlera, Sundabraut, sem ég heldur þetta allir vilja. Og að Reykjavíkurborg haldi áfram að rekstri bílastæðahúsa og götustæða. Og svo kemur eitt sem er með okurvexti sem eru að sliga alla hérna að þeir vilja Reykjavíkurborg í krafti stærðar sinna þrýsta ríkisstjórnina breytingar á peningastefnu Seðlabankans og þrýsti á að Alþingi breyti lögum Seðlabankann og tryggi að það verði sambærilegi vextir hér og annars staðar. Og þeir vilja þá að Reykjavíkurborg fari í mál við Íslenska ríkið vegna okurvaxtana. Stefnir ríkinu fyrir að því að Reykjavíkurborg er náttúrulega mikill skuldari og skuldar mikið. Svo vilja samtrygging 78 vera hent út úr grunnskólanum og vera allir í svona kynjafræðslu hætt í skólanum, látið börnum okkur í fríði, segir það hérna. Þetta nú svona helstu atriðin. Þetta lofa góðið höfum með 70% hérna. Þetta er rosalega einkennilegt samsafn sem þú varst að lesa upp. Þetta er svona ýmislegt sem við erum á móti. Það er þannig. Ég held að þetta sé flokkur sem er meira á móti heldur en með. Það var ekkert sem ég sagði sem að var með ykkur. Það er ekki með einu. Ég hef eina skoðun, ég er á móti. Það er bara hlut. Það er hérna, ég veit ekki hvort það sé tengt þessu, en íhaldsflokkurinn breski, hann er með landsfund. Verkamannaflokkur var í síðustu viku. Stundum kom eitthvað svona fréttir að þessu. Mér finnst þetta eiginlega merkilegt af fréttin. Að það er gerð könnun á meðal þingmanna og 2/3 þingmanna íhaldsflokksins vilja búa til svona kosningabandalag með framfara umbótaflokki Nigel Farage og reyna að ná okkur svona samkomlega þegar bjóðið fram saman. Ég veit ekki hvort að Nigel Farage mun horfa á það því hann er að meðal með 30% fylgi í könnunum en íhaldsflokkurinn er eitthvað í 16. En hugmyndin á þeim líklega er að Farage ná ekkert að skila þessu fylgi. Hann átti erfiðleikum með að stilla upp á lista síðast að kom allt inn í ljós að margir voru bara þekkti nasistar og eitthvað fleira, þannig að lendi og hann var þetta mjög skemmtilegur í umræðum, hann svo spurður hérna hvað með hann Böðvar Sigurðsson sem er þarna í þessu kjörtu, ég veit ekki hvernig þetta er gaf það frá sér, en það er líklegt að hann getur lent í ykkur vandræðum, þannig þeir alltaf bjóða nú það að þeir einbytti sig að þessi þeir eru sterkir sem er svona suður hluta, en hann taki það sem að hann getur sko fellt verkamannaflokkin. Ég ætti kannski að fara að heyri á okkar fréttaritara í London þetta hvort þessi það er stjórnarkreppa í Frakklandi. Hann var held ég ég held hann hafi verið 14 tíma áður hann sagði af sér sem held ég að sé heimsmet sem forsætisráðherra.
Hann fær samt fyrirandi forsætisráðherra í Símurssona. Já, en ég talaði við Einar Má Jónsson hérna og hann sagði að hann verður aldrei til áramóta, sagði Einar Már hérna fyrir nokkrum vikum. En hann var þess bara 14 tíma en Macron að segja honum gerðu úrslitatilraun til þess að ná saman og hann segir eiginlega fyrirfram, það bara ekki hægt sko. Ég er að eiga við hérna, þríklófið þing og allir láta eins og þau séu bara einhver meirihluta og getur ekki allar sínu kröfu fram, það bara ekki hægt að ná neinu samkomulagi. Og það ætti ekki að koma neinum sérstaklega óvart því að flestir inn á þinginu eru til í bara nýjar kosningar. Þannig að á endanum getur staðan orðið svo að þótt að Macron vilji það bara alls ekki að þá verði kosningar í Frakklandi. En þetta ekki svolítið ábyrgðarlaust einhvern veginn að fólki geti ekki komið sér saman að stjórna landinu? Nei, af hverju ekki bara kjósa þá? Jú, og ég segi endalaust eitthvað það er hérna. Það er með muna, forseti segir, þið verðið að koma ykkur saman. En þeir segja við náum ykkur samkomulagi, ekki bara eðlilegt að við látum þá almenning í lýðræðislegu samfélagi velja nýjan meirihluta á þinginu? Jú. Af því að þá fengi líklega hreyfing Macron eiginlega ekki fylgi. Og þannig að ég meina við svona eru stjórnarkreppur, það er besta leiðin til þess að leysa þær að búa til kosninga. Herðu, hér er tékkneskt blað, það voru kosningar þarna og hann er að vinna þarna stór sigur, Andrej Babiš, hann var forsætisráðherra hérna fyrir 4 árum. Hann fær 35% fylgi, þetta er svona sem myndi kallast ysta hægrið. Já. Síðan kemur síðan kemur flokkur sem er svona kristilegi demókratar svona með 23%. Síðan kemur svona gamall flokkur sem er hangið saman sem í einhverju stjórnarkreppinu eða það sem var augljóst að almenningu væri ekki að fá neitt á seðilinn sem hann hefði áhuga á. Þá voru það svona vinsæli bæjarstjórar sem bjuggu til svona flokk sem er svona, sem vill svolítið færa völdi bara til bæjarna og svona, en er svona hóvari í svona nútíma stjórnmálamati, þá eru þessir 2 flokkar sem er með 23% og svo bæjarstjórnin sem er með 11, taldir svona hóvarari. Næstur kemur síðan Pírataflokkurinn með 9% fylgi. Hann er ennþá öflugur í hann er ennþá sterkari hér. Og síðan kemur Frelsisflokkur sem er líka svona ansi hægra megin. Og síðan nærinn á þing með 13 þingmenn og næstu 7% fylgi. Bílstjórar. Sturla Jónsson. Bílstjóraflokkurinn. Sturla Jónsson. Fyrir okkur sjálf gæti þetta verið þýtt. Því við vorum að ræða hérna að það gæti kannski komið fram frambóð eiginlega út úr umferðarteppunni hérna í Reykjavík. Þarna það er þess að þeir fá 7% fylgi og 13 þingmenn. Þannig að heimurinn færist til hægri og klofnar leið alltaf í minn og minni einingar. Svolítið er það að segja hann Jón Gnarr, hann segir mikið og er skemmtilegu maður en hann þarf svolítið að reisa til eftir sig. Já, ég verð nú að viðurkenna það að ég horfi aldrei á Gísla Martein nema á föstudagskvöldi síðasta. Ég er að nema á föstudagskvöldi. Ég held að líka. Nei, ég hef ekki séð Gísla Marteins þátt í einhver misseri held ég. En tilviljun réði því að ég heyrði hann tala þarna Grindvíkinga með þeim hætti sem hann gerði. Og við hér á samstöðunni, Gunnar Smári, við höfum verið svolítið dugleg við það að leyfa röddum Grindvíkinga heyrast, sem meðal annars hafa lýst í að þeir upplifi skort á skilningi og skort á samúð og allt þetta. Og ég verð að viðurkenna það, mér veist hann svolítið gáleysislegur þegar hann tjáði sig þarna með þeim hætti sem hann gerði. En hann var samt ekki að gera neitt annað en að bara lýsa því að einhver sem hafði búið í Grindavík og húsið hans færðist til, hann gat ekki hugsað sér að búa þarna áfram. Og þá komum við að því, mér finnst þetta svolítið áhugavert að við þurfum að biðjast afsökunar á einhverju slíku. Mér finnst það bara umhugsunarvert. Þótt hjarta Grindvíkinga hafi alltaf verið okkur kært og við höfum sinnt þeim í hvívetna. Svo verðum við að vara okkur á því að halda allir Grindvíkingar séu með sömu skoðun. Já, ég hef nefnilega heilt Grindvíkingar sem hafa komið hingað og verið að tala að ég bara geti ekki hugsað mér að búa þarna. Akkurat, að það verður bara fyrir aðkasti. Og minnir mann svolítið á með Vestmannaeyjar að þú heyrðir bara raddir þeirra sem að fóru aftur heim, hinir sem að fóru ekki heim. Við höfum ekki bara heyrt neitt í þessu fólki og það eru liðin hálf öld. Svona tapu verða engum til góðs. Til dæmis Björn Birgisson, duglegi bloggari,
hann segir þetta líka, það segir þeir sem ekki að koma aftur, að þau svolítið svona outsiders, sko. Og ég horfi á Gísla Martein, mér þann ágætur oft, og tala ekki þegar Jón Gnarr hann kemur alltaf eitthvað, hann orðheppinn og skemmtilegur í frásögn. Og ég tók ekki eftir því að sko, hann segir að einhver hafa sagt að húsið, hann sagði fæst húsnúmer. Og svo aftur tilbaka. Augljósum IQ-stíl. Já, þetta bara... Hann í skemmtið þetta. Og þótt málefni sem dimm, þá tala hann í sagt því svona gamanmálum að það too soon. Það too soon að gera grína Grindavík. Það nei, þeir sem vilja móðgast þér, þeir tegja sér svolítið langt til þess. En ég meina ósmæklegt kannski en að þau eru að beðast afsökunar ég veit það ekki. En svo finnst mér það sem hann skrifaði morgun bara gott, sko. Mér finnst það umhugsunarefni. Það fréttirna aftur frá nútímanum að Dóra Björt sem var búið að bílausa borg og keypti sér hús með 3 bílastæðum og bílskúr. Og svo stökkva Pírata fram og verja hana og segja að það ekkert að þessu og eitthvað svona en þetta í öllu falli þetta var bara einhverjir rýrð og trúverðuleika og þetta aldrei gott svona ámaður ekkert að gera þegar maður búin að vera að boða breytingu á lífstíl og vera með alls konar íþyngjandi aðgerðir fyrir venjulegt fólk. Náttan að leita húsi með einu bílastæði. Ég veit það ekki. Það breytti ekki skipulaginu fyrir þetta hús. Nei, en þetta getur aldrei verið gott. Þetta getur aldrei verið gott. Þetta bara, við að vera velta þessu fyrir sér. Ég segi stundum í þessu tilfellum að svona siðferðisleg frasi sem vegvísirinn þarf ekki að fara þangað sem hann bendir. Þú getur ekki alltaf gert kröfur að sá sem að segir að ég vil að það sé bara hálft bílastæði, að hann kaupi bara það sem hálft bílastæði. Ef hún hefði breytt skipulagi til að geta verið með 3 bílastæði, hún bara sko dead dog sko. En þetta skemmtilegt því nú erum við tveir akkurat þverskurður samfélagsins. Það svona helmingurinn í þjóðfélaginu. Sumir finnst eitt og sumir finnst annað. Sem finnst þetta algjör skandall, en hinir segja bara nei, það ekkert að þessu. Hvað áttu að gera? Áttu að afsala sér bílastæðum? Það til einhver aðri kostir sko. En langaði þetta hús? Nei, þú bílastæð, þá get ég ekki keypt það. Frá Sjónarhóli Björns þetta þannig. Hún að segja öllum að kaupa þessi hús, svo fer hún og kaupir þetta hús. Ég meina, ef hún að segja öllum að kaupa þetta hús, þá kaupir það ekki bara sjálf. Eitt húsi sem hann langaði í. Það bara seljast ekki. Það nóg af þessu vegna, þau seljast ekki af því að það svo fá bílastæði þetta. Það svona mál. Það verður með svo ódýrari per ferðmann. Það líka bara að sjóða upp úr með einhverja umferðargremju strákar. Þá fórum við til Trumplands fyrst það komur svo mikið reiði í þessu. Það náttúrulega allríki liggur ennþá lokað, það frétt af því og Trump að reyna að beina því þannig að skaði helst það sem að demókratar eru völd. Önnur frétt frá Bandaríkjunum, það hún Ghislaine Maxwell sem að margir heldu að hefði sami við Trump, munið ekki, að hún gaf út einhverju yfirlýsingu, hann var ekkert hann hefði aldrei séð neitt nema gott til hans, að það var eitthvað svo samkomulag, hún fengi einhverja náð, hún var að sækja endurupptöku eða sækja að sleppa út úr fangelsinu, en Hæstiréttur hafnaði því. Annað sem að tengist Trump og frá Bandaríkjunum, það að dómarar í Kaliforníu hafa takmarkað það hvað þjóðarliðið megi gera. Þannig að sumuleyti að því við erum svolítið að fylgjast með þessu hvort að kerfin í Bandaríkjunum haldi aftur á Trump. Það var svona margt sem að bendi til þess að það geti gert. Jakobín sem nú blað svona sósíaldemókrata í Bandaríkjunum, þeir eru hann með frétt að hann ætlaði að skilgreina antikapitalisma eða móti kapitalismann, að það sé hugsun sem að geti leitt til ofbeldis og glæpa. Já, þetta vísar veröld. Samgönguráðurinn okkar, hann er í ákveðnu vanda. Hann fór munið ekki eftir þessu, við sögum frá því, hann fór á austur og sagði að Fjarðarheiðargöng væri ekki á leiðinni. Núna er hann að búa það að hann ætlar að sameina öll sveitafélög sem að hann er 8. eða 9. innviðaráðurann sem að búa þetta og engum hefur tekist. En sko, áður var að 1000 manns væri lágmarkið, en hann er komið í 250. Samt mætir hann andstöðu.
Já, en ég er samt að segja að hann er bara með fjórðunga því sem hinir voru með. Og ætlum að reyna. Já. En hann er þarna á fundi og hann segir þetta snýst ekki lýðræði, þetta snýst peninga. Herðu, tíminn líður hjá, hann hefur svona enda hérna á síðustu fréttin okkar, sem er úr DFF, sem er fyrirbrigði sem að ég vissi ekki alveg að það væri til. Það eru mannígur íkornar. Kristinn Haukur vinur minn hefur haft gaman að því að skrifa þessa frétt. Það er einhver íkornin sem gengur laus í Bandaríkjunum sem bítur fólk og gæti verið með svartadauða, gæti sýkti á svartadauða, ég veit ekki hvað. Hann er með svipað hár og Donald Trump. Já. Nema það að meinsendin byrjar þegar fólk byrjar að gefa honum. Þú ert ekki að gefa íkornum sem þú sérð út í garði og það var bara eitt sem hefði getað bætt þessa frétt enn frekar, hún er bráðskemmtileg. Það var ef hann hefði endað fréttin á sjaldan launar íkornin og veldið. En fer hann með sér svartadauða, hvað sagði? Hann getur gert það. Og þetta er ekki þá skemmti frétt. Ég held að hann hafa nú skrifað hann léttur. Einu sem við ekki lána hús hús í Suður London gegn því að gefa refum sem að koma þarna alltaf á kvöldin að fá mat. En ef þið byrja saman sjaldan launar kálfurinn og veldið eða íkornin, þá betri hljómur í hinn síðara. Herðu, Björn og Sigurjón, takk fyrir fréttirnar. Það er framundan rauðaborði. Ég bendi ykkur sem eru að horfa á YouTube eða á Facebook að þið þurfum að fara hérna út og finna nýtt streymi, en ef þið eru að horfa í sjónvarpinu eða hlustu í útvarpinu þá þurfum engar áhyggjur af rauðaborðið framundan.